32 stiga sigur. Hvað að skapa þetta fyrir þína drengi hér í kvöld? Bara svona, ákveðin fókus, ákveðin einbeiting og það hefur stundum vantað hjá okkur. Það kannski reyndi ekki á það í þessu leik. Það hefur kannski vantað að við höfum ekki treyst hvor öðru nógu vel og kannski svolítið einangrað okkur þegar við höfum orðið fyrir áföllum. En liðið sannarlega hefur orðið fyrir áföllum í síðustu 2 leikjum og var sett hérna í nokkuð erfiða stöðu og ég var mjög ánægður með svona hvernig við komum samstiltir og einbeittir og bara sem liðsildinn í innan leik, sérstaklega varnarlega. Þú varst að tala stöðuleika. Hvað þurfa að gera til að ná? Já, ég veit ekki endilega hvort að það þarf að setja þennan óstöðuleika merkimið á okkur. Þessi deild er náttúrulega bara búin að vera bara geðsjúk sko. Það eru nánast öll liðin búin að vera í einhverjum svona Jekyll og Hyde pakka á einhverju tímapunkti. Við erum bara einfalt ekki búin að spila nógu vel. Við erum bara ekki búin að spila eins vel og þetta lið getur. Og núna er bara málið að líta það sem við gerðum vel í þessu leik og byggja á því. Sérstaklega við vorum bara með svona örfá aksjón varnarlega á móti þeim sem við vildum gera og stundum veit maður í vandræðum þegar maður setur eitthvað inn og svo bara í fyrstu 2 possessionunum þá er eins og það bara sé ekki til staðar en þarna það smulla allir á rétta staði og allar réttu snertingarnar og þá veit maður í góðum málum og ég held að þeir hafa fundið það líka. Þægilegt að vera búin að tryggja sætið í úrslitakeppninni þó að Já, ég bara, absolutt. Ég meina, þarna viljum við vera og við vorum búin að setja okkur reynda markmið sem eru öllu háleitar en þetta en ég meina þetta er bara nýtt mót og við höfum til að bera sjálfstraust á móti öllum liðanum í efri 4. Það er bara svoleiðis. Við teljum okkur geta veitt öllum þessi liðum góða seríu og það er það sem við ætlum okkur að gera. Leikmaðurinn Tómas fór algjörlega á eldi í fyrri hálfleik. 22-12 í fyrri. Eitthvað sem að þið fóruð fyrir leikinn að hann ætti Nei, ég meina hann bera svona leikinn? Þeir eru náttúrulega Keflavík undersized í fjarkanum í 40 mínútur alla leiki en málið er að þeir eru bara naglharðir sko, Maggi og Gummi sem eru að dekka í fjarkanum þannig að það má ekki bara henda boltanum á póstinn og fara að tjakka. Þetta þarf svolítið að vera í flæðinu og Tommy gerði þetta mjög vel. Hann var að fá þetta upp með pick and roll, hann var að fá þetta úr þristum, hann nýtti sér allt þetta fjölhæga opnabúr sem hann hefur til að bera. Ég veit ekki hvort að fókusin hjá hann var einhvers staðar þar en mér fannst hann spila eins og leikmaður sem á skilið að vera í 17 manna landslýshópi Íslands og þannig hefur hann verið að spila núna síðustu 6-7 leiki. Hann er búinn að vera algjörlega frábær núna í þó nokkuð tíma og bara frábært. Hann gefur okkur svo ótrúlega mikið vegna þess hversu fjölhæfur hann er. Síðasti leikur tímabilsins fyrir norðan á móti sterku liði Tindastóls. Já, áhugavert verkefni og kannski ekki það sem við vildum akkurat núna. Ég meina KR-arnir bíldu nú landsliðsmennina sína 2 sem hafa nú verið bara með reiðtígin á núna í 3-4 vikur alveg non-stop og til dæmis Linur spilaði nú mest þeirra manna allra í landsleikunum þannig að þessi ferð norður og 40 mínútur leikur þar er kannski ekki svona drauma staðan en við verðum að bera virðingu fyrir keppninni og mótinu og taka þann leik bara með trompi.